Góðan dag, gleðilegt árið og verið hjartanlega velkomin á okkar 7. hrafnaþing núna í vetur. Í dag tekur til máls hann Sölvi Rúnar Vignisson en Sölvi ætlar að segja okkur frá farkerfi íslenskra tjalda og rannsóknum því tengdu sem að þekkingarsetur Suðurnesja og rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Suðurlandi hafa stundað árabil. Í salnum fyrir sunnan er hún Anna Sveinsdóttir með gestabók sem hún láta ganga sem að fólk má gjarnan skrifa nöfnin sín í og jafnvel tölvupóstfang ef það vill vera á póstlista fyrir Hrafnaþingið. En áður en ég sendi boltan yfir þá langar mig að benda áhugasömum á að skrifa spurningar sem í dálkinn hérna Q&A svo hægt sé að fara yfir spurningar og athugasemdir í lok erindis. En annars ætla ég bara að senda boltan yfir. Takk fyrir. Já, sæl verið þið. Sölvi heiti ég og starfa fyrir Þekkingarsetur Suðurnesja. En ég er líka doktorsnemi á Rannsóknarsetri Háskóla Íslands og ég ætla svona aðeins að fara yfir þessar helstu rannsóknir sem við höfum verið að stunda og fara svona svolítið líka bara svona almennt yfir þekkingu á íslenska tjaldinum. Það verður á almennum nótum og léttu hundavaði. En far dýra, það þekkist víða og við Íslendingar, við þekkjum það nú alla helst frá fuglunum. Við búum á fuglaeyju og höfum svona nöfn yfir hina á þessa hluti sem að tengist fuglum. Forboðin ljúfi og við setjum heilóana á 10.000 króna seðilinn okkar og svona tengjum margt í okkar menningu við fuglana og far þeirra og hvað þeir eru að mæta til Íslands á ákveðnum tíma og svona bjóða sumarið velkomið. En þetta þekkist víða og þetta vissulega gerist hjá fiskum bæði í ám hérna á Íslandi og í sjónum og sjávarspendýrin sömuleiðis, svo að Ísland og svona subarktísk og arktísk svæði þau eru oftar en ekki með hátt hlutfall af dýrum sem stunda far. Og hverjir eru kostir fars? Jú, það er oftar en ekki fæða sem að þú getur nálgast á einhverjum ákveðnum tíma árs. Hann er kannski lokaður út af snjó eða veðráttu eða einhverju slíku, svo að hann verður rauninni ekki aðgengilegur nema á ákveðnum tímum árs og þá er oft mikið af honum. Og það er ógnótt fæðu og sömuleiðis eru það rándýrin. Ef við horfum til Evrópu og höfum tjaldin ofarlega í huga, þá er margar fuglategundir, ránfuglategundir og svo ránspendýrategundir sem að geta sótt í egg og unga og jafnvel fullorðnu fuglana. En þegar þú kemur á arktísk og subarktísvæði, þá er færra slíkar tegundir. Þó að okkar rándýrategundir séu vissulega ansi duglegar. En síðast en ekki síst, þetta eru svona 3 helstu þættir og við séum nú fleiri, þá eru það sníkjudýr og sjúkdómar. Þegar þú kemur með fugla sem að ferðast jafnvel langt að til Íslands, þá dreifa þeir úr sér og þá minnkar smithættan og það verður minna það að dýrin lendi í einhverjum svona óværum þó að það séu vissulega til staðar. En svo erum við líka með breytileika í fari og farhegðun og ef við tökum hérna þessa mófugla til dæmis, þetta eru svona klassískir íslenskir mófuglar þar sem að sumir stunda stutt eða jafnvel lítið sem ekkert far eins og rjúpan, hún vissulega ferðast
Svona. Við erum með tegundir sem að ferðast lítið eða allavega eins og við skilgreinum þá far að fuglar séu annaðhvort staðfuglar eða farfuglar. Og rjúpuna setjum við í flokkinn sem staðfugl. En svo erum aðrar tegundir hérna, aðrir íslenskir mófuglar sem að stunda far og það mislangt. Svo að farhegðunin, breytileikinn í farhegðunin er mikill ef horft hérna til farlengdar. Tjaldurum fer tiltölulega stutt. Jarakan fer svona ívið lengra, fer kannski á Íberíuskagann meðan tjaldurinn svo sem eiginlega bara rétt að hoppa yfir Atlantshafið og til Írlands og Bretlands eins og stálmerkingagögn Náttúrufræðistofnunar hafa sýnt fram á. Svo það sandlóan, hún fer jafnvel til Vestur-Afríku, til Máritaníu og spóin okkar kemur úr eggi eyðisumrinu á Íslandi og flýgur svo hátt í 5.000 kílómetra til Gínea-Bissá 4 daga flugu á þess að stoppa leiðinni. Og síðast en ekki síst óðinshaðinn sem nú valla faðfugl en hann hefur allavega möguleikann á að stoppa og taka pásur á sjónum en hann fer alla leiðin yfir í Kyrrahafið. Svo það eru gríðarlega vegalengdir og það mjög misjafnt hvað vegalengdir hjá þessum fuglum í farlengd. En svo erum við líka með breytileika innan tegunda. Því að tökum jarakaninn aftur sem dæmi. Íslenski jarakaninn, sumir einstaklingar fara bara til Bretlands eða Írlands og aðrir fara ívið lengra alla leið til Íberíu. Og þetta eru mikill munur í farlengd. 800-900 kilometrar upp í 3.000-4.000 kilometrar. Og svo erum við með evrópska storkinn. Að þar stór hluti stofnsins sem að stunda far til Mið-Afríku en svona það sem að gerast og hefur að gerast á síðustu áratugum að stór hluti stofnsins bara að halda sig á Íberíuskaganum, í raun ekkert að fara. Það eitthvað sem við köllum hlutfar. Og þetta nú kóngurinn í öllu sínu veldi en þetta íslenski tjaldurinn. Og hann stundar einmitt þetta hlutfar og það raun það sem okkar rannsóknir snúast aðalega að þarna ertu með kerfi þar sem það voru með dýrategund sem að allt eins nema það að hluti stundar far og hinn hlutin stundar ekki far. En íslenski tjaldurinn svona evrasísk tegund, skiptist í 3 deilitegundir eða hlutitegundir og okkar tegundar af þessum efsta Australicus. En Longipedes og Osculans eru svo tegundir sem að Osculans hérna algjörlega í Asíu og svo erum við með Longipedes sem í raun við hliðina á okkar deilitegund. Og þeir krossast alveg á varptíma en vetrarstöðurnar eru tiltölulega vel aðgreindar. En svona almennt hinn íslenska tjald, það stór vaðfugl. Vaðfuglar eru svona þessir fuglar sem við oft sjáum í móunum og bara þessir klassísku heiðlógur, spóar, oftar en ekki eru með langa lappir og langa gogg, en sandlóan til dæmis með hvorugt. En okkar íslenski tjaldurinn, það eitthvað sem við köllum stóran vaðfugl. Hann langlífur, hlýtur orðið alltaf 40 ára gamall, hér bil. Og hann trúr maka sínum, á að vera það, litteratúrin segir það, en við erum svolítið aðeins að skoða það, reynda nánar. En hann reynir að halda saman makanum ár frá ári. Hann heimakær, hann reynir að verpa á sama óðurlinu ár frá ári og hann reynir að halda sig á vetrarstöðunni sem hann hefur farið alla sína ævi á. En þetta fjörudýr, þá aðalega krækling og orma þegar þú kemur inn til lands. Og svona, já, hann almennt, ég hann allt sem kjætti kemur, en hann getur orðið svolítið sérhæfur í til dæmis að opna krækling eða eitthvað slíkt. En það sem svolítið sérstætt við þessa vaðfuglategundir, hann fæðir unga sína. Vaðfuglar almennt koma bara úr eggi, hopp út, röltum og éta. Ólíkt til dæmis spörfuglum sem að gefa ungum sínum fæði. Tjaldurinn gerir þetta eins og spörfuglarnir, hann fæðir unga sína. Og
Það ástæðan fyrir því að hann getur til dæmis ortið honum húsþökum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Að það ekkert fæði í honum húsþökunum. Það bara tjaldurinn sem ber fæðið upp á þökin og þar af leiðandi getur tjaldurinn vaxið. Og það nú einmitt einn upp á hérna turninum í Kópavogi. Þar fara þau samviskusamlega alltaf niður í Kópavogi, sækja mat upp á turnin, gefa. En svo þegar ungi verður nógu hugaður, þá stekkur hann fram og brefst í hvert einasta sinn. Greið. Já, við erum að setja tjaldur og passa bungan sína. Þeir eru með nyrsta vetrarsvæðið, sem sagt íslensku fuglarnir. Sjáðu hérna í Helsingja botni er grænn fláki, þetta merkir sem sagt þá staði sem það sem þú ert með tjalda allt árið kring. En þetta eru mjög fáir fuglar þar. Á meðan á Íslandi erum við mjög marga fugla yfir vetrartímann. Þú sagði að við erum aðeins norðar heldur en þau. Þegar við horfum á þetta sem snúkjær. En eins og ég sagði, þeir stunda hlutfar og með stóran hluta sem staðbygg. Hvernig vitum við það? Jú, við fórum einfaldlega vetri til og töldum alla tjalda á Íslandi. Og við vissum svona sirka hvað þeir voru. Það eru svona ákveðin búsvæði sem þeir sækja í yfir vetrartímann. Og þetta var stór hópur manna sem fór út og taldi alla tjalda á Íslandi. Og það eru gegnum þetta sem að ég kynnist þessu verkefni og það er svona bakteríunar. Það er ég og Böðvar að telja einn líkan fláka á síðra skoðanir sem ég halda. En við komumst að því að þetta voru 11.000 tjaldar. Fyrri svona ágiskanir voru eitthvað í kringum 4-5.000 tjaldar, en þetta voru töluvert fleiri. Og það gerir 30% af áætlaðri stofnstærð. Svo að við höldum okkur í þá tölu, 30% af stofninum eru stafnfuglar og 70% eru farfuglar. En farfuglarnir, þeir fara 800 til 3.000 kilometrar, svona þeir allra lengstu, þeir eru nú ekki margir, en heilt yfir þá er þetta ágætis vegalengd og það munar þetta, að vera að fljúga þetta eða einfaldlega sleppa þetta. Og þegar þú ert með svona stofn, þá vaknar gríðarlega margar spurningar. Ég ætla nú ekki til þess að ferða að lesa þetta allt saman, en það eru svona spurningar sem koma upp í hugum hans þegar maður fær svona skemmtilegt kerfi. Hvað er að gerast? Hvað veldur þessum tilhneigingu til þess að stunda fari eða stunda ekki fari? Og leiðum að svara einni spurningu, þá vakna yfirleitt svona 10. Svo að ég ætla svona aðeins að fara í gegnum þær spurningar sem við höfum verið að vinna með og þær sem við höfum nú þegar svarað. En hvernig förum við að svara öllum þessum spurningum? Jú, við þurfum að þekkja einstaklinga. Og hvernig gerum við það? Jú, við þurfum bara einhvern veginn að þekkja hvern einasta tjald og vita hvað hann er að gera. Það er nokkrar leiðir að því, en þetta er svona besta og dýrasta leiðin til þess að gera þetta og það er að fara út, finna hreiður, mæla eggin og þetta eru flot og stærðmælingar, en flotmælingin, hún gefur okkur það, þú tekur hænuegg, leið og kemur út úr hænunni og sekkur það niður á botn. Þannig að það er mjög mikið að vökva í egginu, það sekkur bara niður á botn. En leið og unginn, tjaldsunginn, byrjar að myndast inn í egginu, þá myndast gös og þá byrjar eggið að fljóta upp í yfirborðið og enda með að halla í ákveðinni átt. Og við vitum nákvæmlega hvað þetta tímabil er langt. Svo að við getum í raun labbað upp á hvaða eggi sem er, tekið þau upp, setja í vatn, þá sjáum við hvað það er í vatnsbólnum og þá vitum við nákvæmlega hvenær egginu var orpið og hvenær það mun klekjast. Og við skráum þessu upplýsingar. Þetta eru mjög mikilvægar upplýsingar upp á það að fá svona late-date, það eru svona það hjálpar mjög mikið til í rannsóknir á líffræðilegum hlutum að vita hvenær þeir hefja varp og hvenær klár er. Svo höfum við á veiðum fullorðnu fuglana í svona færanlegri rannsóknarstöð og það gerum við með því að fjarlægja eggin, setja gervegg í staðinn, setja gildur á hreiðrið, ná fuglinum, þá getum við komið á hann merkjum. Þetta er bara eins og kennitala, vegna þess að þarna erum við með
plastmerki sem að sjást úr fjarlægð og við vitum nákvæmlega hvað einstaklingur þetta er. Það er engin annar tjaldur í heiminum með lime, red, white, JE kóð á sér. Og þetta, þarna er að merkja hann og svo mun hann eitthvert fara, andskotans til og annarkvort finnum við hann sjálf á Íslandi eða einhver annar finnur hann erlendis. En svo tókum við líka blóðsýni til þess að þekkja kynið. Það er ekki auðvelt að þekkja kynin í sundar og tjöldum. Og svo tökum við fjaðursýni til þess að skoða stöðugar samsættir. Við býðum þetta í klækinu sem við vitum nákvæmlega hvenær verður, og svo verðum við flott með lækin. Og þá förum við mælum ungana, byrjum á að setja stálmerki sem við fáum frá Náttúrufræðistofnun Íslands og svo þegar þeir eru orðnir nógu stórir þá setjum við litakóðuna á lappirnar þar. Og svo er ekkert annað að gera en að finna þá að vitri. Það getur reynst þrautaveitinga og þegar ég byrjaði þetta doktorsverkefni það áttaði mig ekki alveg á því hvað þetta væri mikið misjón. En sem betur fer er ég með Böðvar Þórisson með mér í liði. Hann er bara duglegasti maður sem ég þekki og hann er alltaf til í að koma því að við erum að tala veturinn á Íslandi er cirka það sem tjaldaveturinn er alltaf tjaldavetur. Það er cirka frá svona nóvember í febrúar og til þess að fara að leita pínulitlum plastmerkjum á löppunum á fuglum einhvers staðar á fjörum Vesturlands. Það þarf að vera logn, það þarf að vera bjart, fjörustaðan þarf að vera góð og engin úrkoma. Og þetta er ekkert rosalega margir dagar á ári. Svo að við þurfum að líta á hans vel og það er í raun og veru gerð. Við förum út og við skoðum, þá förum við á magnaða staði og við vitum cirka hvað þeir eru og stundum finnum við eitthvað annað en tjalda en þetta er svona hvernig við erum að líta. Það erum við einhvers staðar í Akrarósnum að leita upp í tjalda og þetta er það sem við erum að leita stað. Hérna erum við komið með svona típiskan hóp. Þeir hópast saman tjaldarnir. Yfirleitt sér fólk þetta tjaldahóp. Yfirleitt er þetta einn og einn á stáli vegna þess að við þekkjum á varptíma. En þetta er það sem þeir eru að gera oppan á árinu. Þeir eru saman, hundruðir saman jafnvel og þarna erum við með myndavélar og aðalega skóp að stara að leita fuglum sem eru litmerktir. Þeir eru í Grunnafirðinum að það stundum að koma sér yfir ála, það er ágætt að hann Böðvar er svakalega fær á þessu bretti, komið okkur vel. Svo höfum við meira sem náða að draga hann Tómas með mér í feltið, en hann gekk bara í símanum held ég alveg. En svo leitum við stundum í vesenni, eins og tilfrækarnir hérna inni kannski þekkja, það stundum bras. Og svo gleymum maður stundum Böðrólfur sín, þá er Böðvar stóð að stilla þessu. En þetta er svona típist, svona vil ég hafa þetta. Maður er mjög nálægt, maður er með skópið og hérna eru þeir að varpast í kræklingaleiru og eru að leita fæði. Svo maður hefur nægan tíma til þess að stara á hvern einasta tjald og lesa, því að það er mjög mikilvægt að lesa stafina á hvítaplastreiknum. Og svona dagur gera eitthvert vestur á land og leita upp í tjald og finna kannski 5. Það er mjög góð dagur. Það hefur alveg gerst að ég hef ekki náð að sjá eitt einasta litmerki. En hérna vorum við semst að litmerkja þessa tjalda. Oppinn af merkingunum áttu sér stað hérna á Suðurlandi. Það er teimiðans Tómasar sem hefur aðalega verið að vinna þar. Veronika, Tósi, Aldís, Böðvar, mikið af merkingum áttu sér stað þar. Svo er Reykjanesi, það er svona mittsvæði og Hvalfjörðurinn. Það er svona blandað. Og þarna fyrir vestan hefur Veronika og Ingrid verið að merkja töluvert. Allt hitt hefur verið svona blitzmerkingar sem við förum í feltferð og reynum að merkja eins marga við getum. Svo er það bara hvert eru þessi fuglar að fara. Og hérna hef ég tekið saman upplýsingar bæði stálmerkta fugla. Þetta er sem sagt stálmerkingar frá Náttúrufræðistofnun Ísland sem að nær alveg aftur til 1922 held ég. Gíska, það er einhverjir sem veit þetta betur en ég henni. En þar ertu með stálmerkin. Það er ekki hægt að lesa á þau úr fjarska. Þú verður að ná fuglinum með að finna dauðan.
svo að það eru svona bæjasar í því. Og meðan okkar rauði kassinn þarna gögn sýna að obbinn af fuglunum að fara til Írlands, fyrir utan það sem halda til á Íslandi, og svona til Bretlands að öðru leyti. Stálmerkingarna sýna að það séu mjög mikið af fuglum í Wales, en það kannski aðalega vegna þess að það mjög góð merkingarstöð, svo þeir ná mjög mikið af fuglum í Wales. Það eru svolítið skekktar niðurstöður þar, en svona heilt yfir þetta mjög svipað. Þeir að fara til Írlands og Bretlands, og einhverju fara örlítið lengra. Og af íslensku fuglunum, þá eru þetta svæðin sem við höfum verið að ná að lesa á litmerki. Glöggir taka nú eftir því að það svona svolítið lítið fugla þarna í Breiðafirðinum. Það ekki vegna þess að þeir ekki það, það bara vegna þess að tímafaktorinn og effortið það erfitt að komast í Breiðafirðin og svo við ákveðum að setja meiri púður í Faxaflóann. En við vitum að við sjáum það í gögnunum okkar að það vantar slatta fuglum, sérstaklega sem eru verpandi á Vestfjörðum, og við teljum það mjög líklegt að þeir séu í Breiðafirði. Því við sáum þessa fugla í Talningun 2017. Það flugu starfsmenn Náttúrufræðistofnunar yfir og töldu fuglann sem voru þar. Svo það töluvert magn af fugli í Breiðafirði. En svo hefur við verið að gá hvort þessi einhver tenging milli svæða, þá ef þú ert verpandi einhvers staðar í Eskifirði þá líklegt að þú farir á vetrarstöð einhvers staðar í Skotlandi. Gá hvort þessi einhver tenging á milli svæða. Svo virðist ekki vera. Ef þú stundar þar, þá ertu svolítið bara að fara eins og einhver haglabyssuskot fyrst og herr. En aftur á móti eru fuglar sem eru verpandi á Vesturlandi og Norðvesturlandi, aðallega Vesturlandi. Þeir eru miklu líklegri til þess að vera staðfuglar. Sem segja okkur það að þeir fuglar sem eru fyrir vestan, á Vestfjörðum, að þeir eru að fljúga suður og þeir eru ekkert að fara mikið lengra en þetta. Þeir annarkvort stoppa í Breiðafirði eða í Faxaflóa. Og það svona eina sem við sjáum, svona munstir sem við sjáum í þessu. Þetta eru endurheimtuðunar okkar, við erum að sjá cirka 35% af þeim tjöldum sem við merkjum og 16% ungum, sem telst ansi gott. En það hægt að gera betur og það gerum við með að svindla þess. Fullorðna fuglarnir eru hér með því að taka bringufjöður úr tjaldi. Þá getur við fengið mjög miklar upplýsingar vegna þess að þessi bringufjöður, hún nýmyndast af vetri. Og þegar tjaldurinn að éta vetri til, þá steypist í raun svona form, sem eitast til ekki fjöður, af stöðugum samsætum sem endurspeglar hvar fuglinn var að éta. Þannig að ef við skoðum stöðugar samsætur í íslenskri náttúru og svo breskri eða írskri, þá mjög mikill munur á þessum stöðugu samsætum. Svo við getum tekið fjöðrina, greint hana og séð það eru alla líkur á þessi fugl sé staðfugl eða það eru alla líkur á þessi fugl sé parfugl. Svo við getum aukið fjölda fugla. Það ekki bara þessi hérna tala, 44%, þú getum við aukið þessa töluvert mikið með tilliti til þess að vita hvort hann sé parfugl eða staðfugl. Ok, þá eru vetrarsvæði einstaklinga þekkt og við getum farið að svara þessum flóknu spurningum sem við höfum verið að reyna að gera og höfum gert. Þegar við byrjum við að skoða svolítið, ok, hvað veldur því að þú ert staðfugl eða parfugl? Þetta kannski bara allar konurnar sem stunda far og karlarnir halda tilvegslega? Svo ekki, það engin kynjamunur, þetta ekkert slíkt. Stærðarmunur, það mjög rökrétt hugsun að hugsa til þess að allir sem eru stórar og feitir, þeir eru bara í kuldanum, þeir eru líklegri til þess að lifa af. Það bara betra að vera svolítið bölki á köldum svæðum og grönnu litlu bara suður. Það engin slíkur munur. Svo komumst við að líka einstaklingin héldu alltaf í sömu farhæðina. Það var svona eitthvað sem okkur fannst líklegt og litteratúrin bendir til þess, en hérna fengum við staðfestingu á því. Við höfum aldrei nokkuð tíma fundið tjald sem staðfugl leitaður og farfuglanna. Þeir gera alltaf það saman. Og með þess að fara á sama vetrarsvæði svona eiginlega í hvert einasta skip. Og svo eru einstaklingarnir alveg líklegir til þess að parast með farfugli eða staðfugli. Þú getur haft par
það sem báðir eru staðfuglar, báðir eru farfuglar og svo getur með mixed börn. Þeir sjá engan mun. Og svo var þetta fenólógían. Við skoðum áhrif farfuglunar á varpfenólógíuna, hvenær fuglarnir eru að verpa og við sáum að staðfuglarnir virðast vera meira svona A-týpur. Þeir eru bara svolítið negldir niður á hvenær og meðan farfuglarnir voru svolítið meira B-týpurnar og líka blönduð börn. Þeir voru ekki að negldir niður á hvenær þeir voru að verpa, heldur urpu þeir yfirleitt fyrr, nema þá að það væri mjög vont veður, kalt í veðri, þá voru þeir miklu seinna, svo það var miklu meiri breytileiki þar. En það gæti líka verið vegna þess að stór hluti þeirra sem stundar far eru það sem við köllum svona inntilandstjaldar. Það eru tjaldar sem eru fara inn í landbúnaðarlandið og eru að bíða eftir ormum. Og vissulega ef ormarnir kom ekki upp út af kulda, þá er mjög rökrétt fyrir það að vera ekkert að verka. En hvað með ungana? Hverju höfum við komist að þar? Jú, eina svona munstri sem við sjáum þar og alveg magna munstur og þið þurfum að átta ykkur á því hvað er erfitt að fá þessi gögn. Við þurfum að vita hvert pabbinn fer, við þurfum að vita hvert mamman fer, þau þurfum að eignast afkvæmi og við þurfum að vita hvert afkvæmi fer. Það var ekki gríðarlega margir slíkir einstaklingar sem komu en allavega nóg til þess að birta pappír. Og í óbænum af þeim tilvikum sem sýndi okkur það að ungur tjaldur, hann mun elta atferli fugl. Hann mun alltaf gera það. Sem er alveg magnað. Hvað er það sem veldur því að ungur tjaldur okkar á ég að vera staðfugl eða farfugl? Það er bara farkerfi páfans. Þá vakna aftur upp 10 spurningar af frjóskupunum og það er hluti af því sem við erum að reyna að svara. Og það er hlutur minni doktorsverkefni. En hérna er svona spurningar sem vakna upp. Er það kannski lærð hegðun? Eru ungarnir að elta pappan vegna þess að hann er duglegri að gefa þeim að éta kannski í seinni hluta uppölunar tímans og þar af leiðandi bara eltaði hann inn í það að vera annað staðfugl eða farfugl. Ég er ekki búinn að svara þessum spurningum, ég seti það bara þannig. Það er kynbundinn munur í varphegðun. Er mamma kannski bara búin að eyða gríðarlega mikil orku í það að mynda þessi egg og brasast í að liggja á þeim og liggur mamman kannski meira heldur en pabbinn, vitum það ekki heldur. En hérna settum við staðsetningartæki á tjaldana og 16 einstaklingar sem fengu svona tæki og við settum á bæði kallinn og kettlinguna og reyndum að setja líka þannig að það veri jafnt á milli farfugls og staðfugls. Og svo er það skilnaðartíðnin. Fólk læraði þegar eru skoða skilnaðartíðni tjalda. Það er komið svolítið djúpt í fuglafræðina þá. En hún er merkilega há og okkar tilgáta er svo að hún sé hærri hjá farfuglunum. Þess að þeir vita ekkert aðstæðurnar á Íslandi. Þeir koma bara, þeir negla bara stað, svo mæta þeir og meðan staðfuglarnir þeir vita alveg hvernig verið þeir þurfa ekki að fara á leið of snemma eða þeir geta farið snemma þeir vilja. Svo þeir geta mætt og skoða aðstæður og fara bara tilbaka sturtafarið. Svo okkar hugmynd er að farfuglarnir séu líklegri til þess að skilja vegna þess að þeir mæta kannski og þá eru bara komnir einhverjir stórir og stæðilegir staðfuglar sem að halda ofan og þetta berja kjafti og klóm eða gogg og klóm til að halda þeim frá og það er svona okkar tilgáta að mögulega setja raunni. Og svo síðasti punkturinn hérna er svona gagnasett sem að ég var ekki búinn að minnast á en það er Tómas Grétar og Böðvar keyra Suðurlandið á ákveðnum sniðum hafa gert í meira en áratug og sjá fjölskyldur, hvað eru margar fjölskyldur sem að komast á veg og mér langar að skoða hvaða áhrif hefur veðurfar á þessar fjölskyldur, þessar nýliðum unga. Er það blautu árin eða þurru árin eða köldu vorhretin sem að
fella tjaldana á Suðurlandi eða eitthvað annað. Svo það svona, þetta eru næstu spurningar í þessu doktorsverkefni mínu. Og með þessu vil ég bara þakka ykkur fyrir áheyrnina og opna fyrir spurningum. Takk fyrir þetta, Sölvi. Eru einhverjar spurningar úr sal? Vil ég rétta upp hönd kannski og kynna ykkur ef ég reyna að stýra því spurningunum? Ekki með spurningu. Mér langar kannski að spyrja hvernig ef að parið ef að þeir sko að halda alltaf í makana og annar staðfugl og hinn farfugl, ég meina hvers konar samband það? Já, sko, það gerist í raun aldrei að tjaldur eyði vetrinum saman með makanum sínum. Af þeim fuglum í þessari merkingaseríu sem orðin ansi stór, þá rosalega sjaldgæft og ég man satt að segja ekki eftir því að nokkur tjaldur eyði vetrinum með makanum sínum. Ég held að sé bara búin að fá nóg af makanum. Þau fara á mismunandi staði. Þó þessu vissilega báðir farfuglar. Það getur einn verið Írlandi og hinn í Englandi. Og það raun bara þessi tímasetning þegar þau komið tilbaka að hún mikilvæg. Þannig að kannski staðfuglarnir eru kannski staðfuglarpar og þau eru kannski ekki saman í vetrinum. Nei, getur verið. Þú veist, þeir eru svo stórir hópar og það eru allt annað kerfi sem fer í gang yfir vetrartímanum. Það svona hierarkía í vetrartímanum. Þú sérð að þú ert með einhver svona bóltfugla sem að halda bestu svæðunum og svo ertu með ungviði sem ekki búin að læra að opna kannski skeljar. Þá eru þeir svona í jaðrinum og það fer bara allt önnur dýnamík í gang yfir vetrartímanum. Þeir eru ekkert að spá í mökunum og það væri algjör tilviljun ef að makinn væri að eða tíma með parinn, hinum einstaklingum í parinn. Þetta kort af Vestur-Evrópu sem að draga undan? Er það Noregur og Danmörk og Norðursjórinn? Já, þetta það var svona backup ef ég fengi ykkar spurningar. Þetta bara trökkin mín. Þetta þessi 16 tjaldar og litirnir merkja hvern einstakling og þið getið ímyndað ykkur hver Ísland þannig að uppi vinstra megin og hérna Bretlandseyjar. En svo einn hérna í ruglinu og það hann Siggi, hann verkandi í kirkjugarði í Keflavík því að var fyrir 3 árum síðan og hann fór til Londonderry í Írlandi þar sem hann hafði haft vetursettið Horrorby og svo á norðurfarinu eða leið á varpsvæði þá bara ruglaðist hann. Hann fann lyktina af Færeyjum og tók hann einhverja hægri beygju og endaði upp í Lofoten í Noregi og búinn að vera að reyna að komast heim síðan. Hann eyðir öllu sumrinu, síðustu 3 sumur, í að svona reyna að komast út á hafið. Ekki bara að teikna landakort? Og hann ferðast, og þetta með þess að úrætt, hann búinn að fara miklu víðar, en hann flaug hérna niður fyrsta árið, alveg niður til Ósa Signu, stutt yfir, fór ekki yfir, heldur fór hann í næsta fari, fór hann upp og til Eistlands og krossaði Svíþjóð og yfir til Noregs. Og hann núna búinn að sjást í 7 löndum sem við höfum ekkert rekord af íslenskum tjaldum. Það ekki bara að sækja það? Ég fór á ráðstefnu hérna í Bremerhaven og hann var í Korksheim sem bara 20 mínútur frá það sem ég var á ráðstefnu með langaði að vera að kíkja á. En það magnað að skoða þessi GPS-gögn, skýrmi hérna en maður sér svo margt varðandi farleiðir og þeir eru náttúrulega náttúrufræðistofnun mjög mikið af svona gögnum en maður lærir miklu meira nákvæmnishlutina varðandi þetta en svona heildarhlutin þá betra að nota litmerkjaserjur
en við fáum gríðarlega mikið upplýsingum með þessum staðsetningartækjum, ekki bara farleiðir, heldur líka bara farhæð og hvernig þau nota vindinn og sumir lenda hérna kannski sum árin fyrir austan og þá yfirleitt fara þau og fylgja strandleikinu en sumir einstaklingar einfaldlega bara krossa Ísland. Einn lenti á Húsavík og hann krossaði bara Ísland og endaði alltaf á sama staðnum. Spyrja það þá hérna með hún verpir parið á sama stað ár eftir ár kannski og ungar sem hérna eru merktir í reiðurónum, eru þeir að para langt frá heimasvæðinu í Var? Er það eitthvað við skoðað? Já, við erum ekki búin að skoða svona til birtingar, en við sjáum það. Það ekki spurning. Þetta eins og ég með mína rannsóknaraðstöðu í Sandgerði, þar sem þekkingarsetrið og við sjáum að ungarnir eru að koma. Og núna, það gefur átt á mig svolítið aðeins og lengi í doktorsnámi, þegar ungarnir sem ég merkti á fyrstu árunum, þeir eru komnir og byrjar að verpa á Suðurnesjum. Þá veit ég að nálgast tíman í doktorsnáminu mínu, en það svona 3 árum seinna, þá byrja það að koma heim og þeir byrja að finna sér makka og þeir eru svona tiltrúlega heimakenndir, en við sjáum það samt að það ekki alveg þannig, það eins og til dæmis á golfvellinum í Garði, Leiruvöllinum, að þar tjaldur sem ég merkti og var með stálverki og hann var merktur í Vestmannaeyjum sem ungi, svo að þeir dreifast alveg. En ekki rosalega. Og það alltaf þessi fuglar sem ég að reyna að ná, það sem Óli búinn að vera að merkja í Vatnsleysuströnd. Það sem maður stálmerki, ég veit ekki hvað fuglar þeir og ég verð að ná honum, sko. Það byggur spennuna. Það ekki áhugavert að vita, sko, eins og með, hérna, kallfuglarnir, sko, þegar eftir 30 ár, þá eru komin arskegg og þeir náttúrulega mjög gamlir líka fuglarnir, en það gaman að vita, sko, hérna, hvort að kvenfuglarnir færi lengra frá heldur en ungu kallfuglarnir sem sagt, Algjörlega. Þetta eina og það það sem við þurfum að gera, þetta svona langtíma verkefni. Þetta eru spurningar sem við getum svarað slíku. En hérna, mér er mjög gaman að sjá, hérna var þetta Óðurlík, já, ég held ég aldrei þetta á alls ekki. En hérna sjáum við Óðurlík, það mjög misjafnt hvað þeir eru að ferðast. Maður getur ímyndað sér að sumir fuglar eru með betri óður heldur en aðrir. Eins og til dæmis hérna á Vatnsnesströndinni, hérna par sem hefur alltaf komið upp ungum. Það er ekkert að ferðast langt, það hefur allt sem það þarf. En svo skoðum hérna hjá Kársneskirkju, hérna bláu og rauðu, þeir eru að fara svolítið langa veginn til þess að sækja mat inn niður í Ósabotna. Og maður ímyndar sér að þetta sé orkufrekt og þú ert að skilja makaðinn eftir í langan tíma. Og þá aukast líkurnar að því að krummar eða mávar eða eitthvað slíkt getur komið og tekið einhverju eða egg. Aldís. Ég ætla að spyrja hvort það væri tenging á milli svæða hjá staðfuglum. Þannig að þeir sem verpa á, ég veit ekki, á Vestfjörðum, fara þeir á einhvern sérstakann stað á Íslandi? Þá yfir vetrartíma? Yfir vetrartíma. Já og nei. Já, líklega. Af því að það eru rosalega margir vestfjarðafuglar sem við erum ekki að finna. En við skoðum stöðu samsetningar, svo við vitum að þeir eru staðfuglar. Meðan við svona hvað við erum að kofra faxaflóan vel og sjáum lítið af vestfjarðafuglum, þá eru allar líkur að þeir séu í Breiðafirði. Plús það að það litla sem við höfum skoðið í Breiðafirði, sem þá aðalega norðanverðu Breiðafjörður, svona cirka Grundarfjörður, Stígshólmur, að þar erum við að sjá mikið af þessum fuglum. Svo að það sem mér finnst vera að gerast, þetta er bara tilfinning, er að þeir stundi far suður og svona þegar þeir finna hentugan stað á leiðinni, þá virðast þeir vilja vera þar. En aftur á móti út frá GPS-gögnunum, þá sé ég að farfugl, sem er kannski verpandi hérna á Suðurnesjum, hann ákveður að sippa sér bara Akranes, Laugufjörur, bara út á einhver. Og ég bara sá á GPS-gögnunum fyrsta ári bara, þetta er staðfugl, garanterað. Hann heldur til í nokkra vikur og svo slagur einhvers staðar í Akrarósi eða eitthvað slíku og svo tekur hann sig upp og flýgur bara til Spánar. Bara, þú veist,
glórulaust, sko. En svo að þeir koma óvart, sko. Svo við erum ekki búin að átta okkur alveg á hvað í gangi, en Ég get sagt þér með Breiðafjörðum sko að þegar maður hefur verið þarna vetur til, það sér varla tjaldað, maður fer nú ekkert mikið svo sem, en á kvöldi þegar alveg kyrrt þá þvílíkt skvaldur í hólmum og eyjum út allt sko. Já. Í flóðsetri vantarlega líka sko. Já. Þannig það töluvert þarna úti og talandi það, þá Hafsteinn í Flatey, hann verið þarna náttúrulega alla sína ævi og hann hélt að þessi tjaldar sem allir sem þetta magn sem á Breiðafirðinum, það allir komnir frá Grænlandi, því hann kann ekki trúa að þetta væri íslenski tjaldar sko. En við vorum svona búin að ólýsa með það sem það væri nú ekki mikið tjald á Grænlandi, en allavega það mikið að tjaldar þarna út í eyjunum í Breiðafirðinum. Ég myndi veðja handleika að þetta væri vestfirskir tjaldar, en svakalega langar með að taka og kíkja á. En svo líka varðandi þessi staðsetningartæki því þekki þetta vel að það koma upplýsingar sem að, þú veist, ég hefur ekki not fyrir þessar upplýsingar í mínum doktorsnámi en hérna svæði sem að einn fugl hefur notað á einum degi og við fáum gríðarlega miklar upplýsingar hvar þeir eru að geta og þetta verður hægt að skoða með flæðalíkönum á Grunnaveri og það er hægt að sjá, þú veist, hvar eru mikilvægastu svæðin. Hérna eru álarnir hérna undir þessu rauða sem að ég og Böddi, eða Böddi að sigla með mig yfir til að ég komist á þessa stóru fláka hérna. Þetta eru grænlingaleirur og við þurfum að koma okkur hérna yfir til þess að geta skoða tjaldana hérna. Já. Með fleiri gleði? Nei, þetta bara svona fíflalæti, sko. Þetta eru flughæðin, hérna sjáum við hversu hátt þeir fljúga. Þeir eiga til að fara í yfir 1000 metra hæð og maður veit ekkert á hverju yfir opnu hæð. En þetta er líka eitthvað sem væri mjög áhugavert, sko. En annars ekki með fleiri glæður en margar skengur á Bödda. Það svona til gamls. Einhverjar spurningar á netinu, Heiðrún? Það eru engar spurningar á netinu, nei. Einhver síðasta spurning úr sal? Nei. Jó, Sveinn Kári. Já, mér langar að þú varst að pæla þessi hugmyndum af hverju fuglar fara í far. Þú varst með hann alltaf fæðu og rottur og flindur. Hefur eitthvað skoðað hvort lengd dagsins skiptir máli? Þú ert að nota sjón til að finna fæðu og þá er þessi 4-5 klukkstundir af byrtu á veturnar ekkert mikið á meðan það mjög þægilegt á sumrin. Hefur einhver skoðað það? Er þetta eitthvað fyrir ykkur að tókum vinna? Já, sko, það er búið að gefa birtamargar greinar svona nocturnal feeding en hvort það séu, það er djúpt að það fara í daglengi, ég man ekki eftir neinu slíku, en maður ímyndar sér að þessar tegundir sem að geta étið að nokkuð til, sem að til dæmis ef þú ert með skynfæri í gogg eða þú notar einhver skynfæri sem byggja ekki á sjón, þá það í raun ekkert mál. Og maður sér það að þeir eru aktív þegar fjaran gefur færi á því. Þeir ekkert að spá í daglengd endilega. Svo lengi sem fæðan og skilyrðin eru til staðar, þá held ég að daglengdin ætti ekki að skipta neinu máli. En það sem mér finnst það frá móti mjög magnað að það er kannski 10 gráður og 15 metrar á sekundi í Hollandi og það drepast 100 tjald. Hvernig þessi tjaldar á Íslandi lifa þetta bara af og þú veist, það er bara svona frekar gott viður á Íslandi, íslenska mælikvarða. Svo að hvernig þeir eru að þola, þú veist, þessa veðráttu í þessum svæðum, að mér finnst það alveg magnað. Sjá þá í mínus 15-20 gráðum í það vestlætur og þeir eru bara að spjalla og éta á fullu og berja sig í gegnum flakkan. Gott, bara áður en að ég gef boltan aftur til Heiðrúnar og því bara nefna að húsinu læst bara klukkan 4, þannig að bara ógilt að drífa sig niður þegar Heiðrún er búin að kveðja. Já, alveg 4. Gjör svo vel, Heiðrún. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sölvi. Þetta var mjög áhugavert. Ég
mjög spennti við framhaldsseríunni skilnaðartíðni tjalda og hvernig þetta verður sett upp í Netflix-seríu. En í næsta Hrafnaþingi, 29. janúar, fáum við aðra heimsókn, en það frá Brynju Hrafnkelsdóttur sem sérfræðingur hjá Landi og skógi. Hún ætlar að segja okkur frá erindi sem heitir Meindýrin og birkið, innlendar og erlendar skordýrategundir sem lifa á birki á Íslandi og áhrif hitastigs á þær. En annars þökkum við fyrir í dag. Takk fyrir, bless. Takk.